Sverrir, bara að taka við karlalið Keflavíkur núna, hvernig finnst þér, ég meina, þetta pre-season og undirbúningurinn hafa gengið hjá liðinu? Undirbúningur búinn að vera bara nokkuð góður, við erum búin að æfa vel í sumar en frammistaða og úrslit í æfingarleikjum hefur alls ekki verið upp á marga fiska, bara virkilega dapurt. Þannig að við hefum langt í land með að vera það sem við viljum vera og höldum náttúrulega áfram að vinna í því. Það er eitthvað mánuður í mót og þannig að aðeins minni mánuður og við verum að nýta þann tíma vel og slípa okkur betur saman. Er vont að missa eins og Gunnar og Hörð? Já, bara skelfilegt og náttúrulega Hörður Axel er náttúrulega leikstjórnandinn okkar að spila stóran hluta leiksins í þessari stöðu og hann er ekki búinn að spila neinn æfingarleik og við söknum hans mikið enda sóknum okkar verið í algjöru bulli og bara við söknum hans mikið og Gunnar líka sem er búinn að koma öflugur inn í þetta hjá okkur í sumar og en þeir eru náttúrulega bara í landsliðsverkefni og bara mjög gott fyrir þá en leiðilegt fyrir okkur á sama tíma get ekki verið með þá. Þú verður að fá erlenda leikmenn og svo fáið þið Litháa inn. Hvernig ætlar það að hann er að spila með ykkur? Hann mætti bara í sumar og stóð í hurðinni í hendanum og var að horfa á hluta æfingu og svo beið hann fram eftir okkur, mér og Jóni, spurði hvort hann vantaði mann á æfingar og við leyfum honum að mæta og sáum bara að þetta var mjög frambærilegur spilari og náttúrulega samt hefur ekki spilaði svolítið tíma, hann á ennþá svolítið langt í form en hann er mjög góður í körfubolta og svo atvikaðist það bara þannig, hann var tilbúinn að spila með okkur og getur átt eftir að hjálpa okkur mikið í vetur þegar hann verður komin í betra líkamlegt form. Eins og segir nokkru vikur í mót, hversu langt á Keflavík í land í sitt besta? Já, miðað við alla frammistöðun í þessum leikjum þá erum við mjög langt en það verður bara komið ljós, við erum komnir með allan hópinn og búinir að æfa nokkra vikur í viðbót og en það er alveg, það má alveg búast við þessi deild verður alveg hrikalega sterka því að nú hafa allir möguleika á að styrkja sig, ekki bara ef einhverjir ákveðnir Íslendingar hefur verið tilbúinir að koma. Nú hafa liðin náttúrulega bara verið að ná sér í Evrópumenn og ef eitthvað lið nær í 3 útlendingar sem allir eru góðir þá er það liðið strax klárlega orðið öflugt. Þannig að deildin á örugglega eftir að vera skemmtileg og bara mikið að hörku lengur. Spenntur? Já, mjög. Takk.